Jæja, velkomin tilbaka. Þá hefjum við leik aftur og fyrirlestrarnir sem eru framundan, þeir eru allir fluttir af starfsmönnum Náttúrufræðistofnunar. Og ég nú að spá hvort að fyrsti fyrirlesari sé ekki örugglega komin í salinn. Þarna ertu, já. Fyrst til leiks Ester Rut Unnsteinsdóttir og hún ætlar að flytja erindi sem heitir Selalátur við strendur Íslands. Gjörðu svo vel, Ester. Ég ætla að segja ráðherra, kæru fundargestir, sæl. Já, ég ætla að kynna hérna fjölrit sem að koma út núna á næstunni sem kortlagningu á selalátrum við strendur Íslands sem var að mestu unnið af Gunnhildi Georgsdóttur og Erlingi Haukssyni sem eru hvorugt starfsmenn hjá okkur en hérna og með okkur í þessu var Guðmundur Guðmunds og svo kom ég aðeins að þessu í lokin. Fjölritið byggt upp á talningargögnum á selum frá upphafi talninga 1980 og 1982 og þessi talningargögn eru grunnur að heildstæðri kortlagningu á látrum við strendur Íslands. Í ritinu gerð grein fyrir megindráttum í útbreiðslu og umfangi selalátranna umhverfis landið og því fylgja kort og skýringar sem jafnframt eru aðgengilega á vef Náttúrufræðistofnunar eftir útkomu ritsins og verða þá nákvæmari en þessi útbreiðsla sem sýnd í ritinu. Það sagt ítarlega frá þessu riti líka í ársritinu sem liggur hérna á borðinu og flestir eru með. Þannig ég fer svona bara skauta hratt yfir hvað verður í þessu riti. En það eru 2 tegundir sela sem halda til við strendur Íslands allt árið kring og eignast hér afkvæmi eða kæpa. Í ritinu þá staðsetning látra af þessum 2 tegundum, landsel og útsel, kortlögð. Það stuttlega fjallað þessar 2 tegundir sela til skýringar en fyrst og fremst þetta kortlagning á þeirra búsvæðum. Það eru aðrar tegundir sela sem koma á Íslandsstrendur eða eru við Íslandsstrendur og þeir eru misreglulegir flækings- eða farselir. Það eru blöðruselur, vöðuselur, hringanóri og kampselur en einnig rostungur algengur fargestur hingað, flökkudýr hingað. Aðeins til að útskýra hugtökin sem koma fram í ritinu. Í ritinu vísar orðið selalátur til smæstu samfelldu spildnana á landi sem selir halda til á. Það getur verið ýmist svæði sem notað til hvíldar, það sem fella hár eða þeir skipta útfeldinum og eða kæpingasvæði. Það getur verið eitthvað af þessu eða allt. Þannig að þetta svona víðtækt heiti yfir svæði þar sem selir liggja upp á landi. Talningarsvæði, hugtakið í ritinu, það víðtækara safnheiti sem tekur yfir nokkur stór eða viðamikil selalátur. Afmörkun þessara talningarsvæða það byggist einkum á landfræðilegri nálægð millilátranna, gerð undirlags í fjörunni og lögun og staðháttum. Fyrst sinn fóru selatalningarnar aðalega fram, það var eiginlega ein manneskja, það var Erlingur Hauksson sem taldi mest og þannig að þetta oft líka byggt á hans reynslu og innsýn inn í hvernig þessi landsvæði skarast. Hér svona dæmi úr ritinu hvernig selalátur geta verið tilheyrt einhverju talningarsvæði og þetta eru svona 3 dæmi talningarsvæði fyrir landsel í Norður-Húnavatnssýslu og það sem sagt talningarsvæði sem hann kallar Fáskrú til Vatnsness og þar eru fjölmörg látur sem eru misstór innan þess talningarsvæðis en línan afmarkar talningarsvæðið. Síðan eru nokkur látur inn á það sem kallað Sigríðarstað og svo Bjargós sem sama talningarsvæðið og svo þarna uppi hjá Eyjarey. Það eitt talningarsvæði með miklu umfangsminni látrum innan. Þetta svona dæmi hvernig þetta hugsað.
Síðan að því það verið að tala um 2 tegundir, þá líka mismunandi hvernig þeir liggja á látrónum. En útselir, þeir dreifa sér miklu meira, þeir eru dreifðari á látrónum heldur en landselir. Og þeir nota líka láturinn á öðrum tímum yfirleitt, sérstaklega á þeirra látur sem notað á kæpingatíma og hárfellitíma heldur en landselir. Og það kemur fyrir að bæði útselur og landselur haldi til í sömu látrónum eða sömu stöðum, en þó yfirleitt ekki samtímis. Því meginreglan að láturinn skarist ekki. Þó svo að séu dæmi, eins og sýnt hérna á myndinni, þar sem að rauðu línurnar afmarka landselslátur, en bláa línan afmarka sem skilgreint sem útselslátur, og það sést að það nær yfir landselsláturinn, en þetta ekki látur sem notuð á sama tíma. Og því hef ég ekki tíma til að sýna alla kortlagninguna eða fara í aðferðafræðina sem vel útskýrð í ritinu. Ég er bara að sýna hérna eitt kort með útbreiðslu landselslátra eins og það kemur fram í ritinu. Landselur útbreiddur út allt land, en í mismiklu mæli þó, og á þessari mynd sést hversu þétt eða hversu stór látrin eða hversu margir selir liggja inn á látrum sem að eru afmörkuð fyrir þá. En ef maður skoðar, það síðan önnur mynd líka þar sem sýnir hvar landselir eru upp á landi, og það eiginlega allt landið undir, eða það að segja strandlengjan. Þarna sést að það langmest af landseli í látrum á norðvestur landinu, norðanverðum Faxaflóa, þetta á Ströndum og í Húnavatnssýslunni, og svo eru nokkur stór látur á suðausturlandi. Það hefur komið fram á þessum talningargögnum og í birtum gögnum stofnmat að það mikil fækkun og samdráttur í útbreiðslu landsels frá upphafi talninga og til síðasta stofnmat 2016 77% fækkun í landselsstofninum, og þá fyrstu 10 árin sérstaklega var 50% fækkun. Og það þýðir í rauninni líka fækkun í ásettum látrum eða samdráttur í útbreiðslu látrana, og sum látrin standa auð. Ef við skoðum útselinn, þá hann ekki eins útbreiddur og miklu fáliðaðri heldur en landselur á Íslandi, og hér eru útselslátrin þessi sem eru kveða eitthvað að sér, og það sést að útselurinn langmest útbreiddur á vesturhluta landsins eða norðvesturhluta landsins, og það líka stór látur á söndunum austanlands, sunnanlands, Skeiðarársandi. Og það sést líka hversu mikill munur á stærðum á þessum látrum. Ef að sést eiginlega ekkert, þessi punktar segja að þetta í rauninni staðsett á flatamálsmiðju talningarsvæðanna, þannig að þeir gefa ekki beint í kynna nákvæma staðsetningu. En það sést líka að frá upphafi talninga á útsel, þá hefur útsel fækkað líka til muna, þó ekki jafn mikið á landselnum, en fækkunin frá upphafi talninga, hún meir en 50%, og það kemur líka fram í ásettum láturum, þannig að það minnkun í útbreiðslu látrana, og mörg þeirra hafa staðið auð talsvert skeið. Með þessum nýju náttúruverndarlögunum sem að gengu í gildi 2015, þá hefur vöktun á lykilþáttum íslenskrar náttúru verið lögbundin, og eins og Guðmundur kom að áðan, þá ber Náttúrufræðistofnun að kortleggja íslenskrar náttúru. Það áréttað að brýnt sé að vakta seli reglubundið sem og aðrar dýrategundir, og það sést að það mikil fækkun og hugsanlega þarf að fara að huga vel að því, og þó fyrr hefði verið að vernda þessi dýr. Hafrannsóknastofnun sér vöktun sela og annarra sjávarspendýra, en þetta fjölrit og með fylgjandi kortavefsjá framlag Náttúrufræðistofnunar til málaflokksins. Og fjölritið að koma út, eins og ég sagði, og það verður aðgengilegt líka á vef Náttúrufræðistofnunar rafrænt, og það verður jafnframt hægt að fara inn á kortasjá sem sýnir selalátur og útbreiðslu þeirra. Ég ætla að sýna ykkur aðeins, prófa að opna þetta er svona frumdrög af þessu. Það opnast svona mynd, þar sem það sýnd öll selalátrin, og þau skipt eftir litum, hvort þau tilheyri landsel eða útsel,
og talningarsvæðin eru afmörkuð líka. Og þarna til hægri eru svona leiðbeiningar og þetta svipa og kortasjáin sem við erum með fyrir vistgerðirnar. Og ef maður fer inn á leiðbeiningabækling sem kemur líka fram, þá eru svona ýmsar leiðbeiningar, það eru útskýringar á hvað þessi tákn þýða, hvernig er hægt að velja í stikunni, hvað maður ætlar að leita eftir og þetta er mjög vel útskýrt á síðunni. Við förum síðan aftur inn á kortavefsjána og myndum velja hérna í Húnavatnssýslunni þar sem stóru landselslátrin eru og myndi velja það, ég er ekki með bendil en ít á það, þá sést svona hvernig talningarsvæðið er afmarkað með þessu skástriki, litirnir hafa ákveðna merkingu og það sjást líka, það sést hvað talningarsvæðið heitir og það sjást tölur frá talningum, það er að segja fjöldi sela sem hefur verið talin á þessu svæði á ákveðnum árum og svo er hægt að þýsja inn á þessi látur sem eru merkt með þessum brúna lit, það eru blár litur fyrir útselin og ef maður þýsjar inn á þarna sem stendur zoom inn, þá getur maður séð þetta í meiri upplausn. Þannig að það er talsvert vel kortlagt og hægt að nálgast betri landfræðilegar upplýsingar í þessari kortavefsjá. Ég ætla ekki að fara lengra í þetta að þessu sinni en þetta er þá nýjasta fjölriti sem að Náttúrufræðistofnun er að fara að gefa út. Takk fyrir. Takk fyrir, Ester. Eina snögga spurningu. Á að fara að gera opinberar upplýsingar sérlönd á Íslandi? Þannig að ferðamenn geti örugglega trampað þessu inn í staðinn. Hvað er hugsun á bak við að birta svona ítarlegar upplýsingar svona viðkvæma staði? Mjög góð spurning. Ég tek ekki ákvörðun það, en mér finnst það mjög góð spurning hversu nákvæm þessi kortasjá á að vera. Við höfum frekari umræður á eftir. Takk fyrir, Ester. Næst tekur til máls Lovísa Ásbjörnsdóttir og hún ætlar að fjalla vernd jarðminja. Herra ráðherra, fundarstjóri og aðri góði gestir. Það er nú virkilega ánægilegt að fá svona góð erindi bæði frá ráðherra og eins frá starfandi forstöðumanni Náttúrufræðistofnunar og ég get ekki sagt annað en það sé bara bjart framundan í náttúruvernd og jarðfræðikortlagningu og jarðminjaskráningu sem ætla aðeins að fjalla hér. En fyrir ári síðan þá var skipaður starfshópur á Náttúrufræðistofnun til þess að vinna að náttúruminjaskráningu samkvæmt náttúruverndarlögum og ég er verkefnastjóri yfir 2 starfshópum. Annar hópurinn sér vernd jarðminja, jarðminjaskráningu og gerir tillögur skráningu jarðminja í náttúruminjaskrá. Hinn starfshópurinn sér vinnu og framsetningu á náttúrufyrirbærum sem njóta sérstakra verndar samkvæmt 61. grein náttúruverndarlaga. Og ég ætla aðeins að fjalla þessa vinnu á síðasta ári. Þetta er yfirlit erindis. Ég ætla að fara stuttlega yfir sérstöðu jarðfræði Íslands, en eins og við vitum hún er einstök. Ég ætla að tala uppbyggingu náttúruminjaskrár og hlutverk Náttúrufræðistofnunar, markmið jarðminjaverndar samkvæmt náttúruverndarlögum, aðferðafræðina sem við notum við jarðminjaskráningu, flokkun jarðminja og mat á verndargildi þeirra og svo í lokin næstu skref, hvað er framundan. Sérstæða náttúru Íslands felst í miklum jarðfræðilegum breytileika sem tengist fyrst og fremst eldvirkni, jarðhita, jöklum og vatnafari. Gosbelti landsins eða rekbelti einkennast af fjölda eldstöðvakerfa sem hvert og eitt hefur sitt sérkenni. Eldstöðvakerfum fylgir oft megineldstöðvar og gos og sprungureinar sem geta verið 20 kílómetra lengd og eru sérstakar á heimsvísu. Við erum með móbergsmyndanir, móbergsstapa, móbergshryggi sem eru algengir hér á landi en frekar sjaldgæfir annars staðar. Síðan erum við með náttúrufyrirbæri eins og jarðhita, jöklar, lindár og allt þeim fylgir eins og jöklunum, jökulár, sandar, jökulgarðar og fleira.
Fjölbreytileiki jarðhitasvæðanna er mikill. En þessi fyrirbæri eru sérstök á Íslandi og frekar sjaldgæf á heimsvísu og því er mikilvægt að stuðla að verndun þeirra. Við erum með vistgerðir sem tengjast jarðminjum og það má nefna eins og hraunavistgerðir, jarðhitavistgerðir og svo rústamýrar á sífrera svæðum. Landslag og víðerni eru mikilvægi í náttúru Íslands og lesa má mikla jarðfræði út úr öllu landslagi sem því tengist, en einnig aðrar mikilvæga þætti svo sem upplifun, fagurfræði, sögu og menningu. Og þá eru víðerni landsins okkur dýrmæt, en þau fara minnkandi og því þarf að varðveita þau sem eftir eru, þannig að það er nóg af verkefnum framundan. Náttúruminjaskrá, hún skiptist í 3 hluta, A, B og C. Og ég ætla aðeins að fara í gegnum þetta, því það er kannski ekki allir sem eru með á nótunum hvernig náttúruminjaskráin byggist upp. En hlutverk Náttúrufræðistofnunar er að sjá skráningu náttúruminja, meta verndagildi þeirra og gera tillögur vernd náttúruminja á náttúruminjaskrá. Og ferlið er þannig að á Náttúrufræðistofnun eru gagnagrunnar íslenska náttúru. Það er okkar hlutverk að skrá kerfisbundið einstaka þætti náttúrunnar. Úr þeim eru valdar náttúruminjar sem eru taldar mikilvægar og þær fara í C-hlutan. Í C-hluta fer fram frekari skráning og mat á verndargildi og verndarþörf og samanburður gerður á milli svæða. Þær náttúruminjar sem eru metnar með hátt verndargildi og að þær þurfi vernd, þær eru settar í B-hluta sem tillögur Náttúrufræðistofnunar gerir. Í A-hluta er síðan skrá yfir öll friðlýst svæði á landinu, friðuð vistkerfi, tegundafriðun, friðun vistgerða og svo önnur svæði sem eru vernduð samkvæmt sérlögum. Síðan skal birta í viðauka við náttúruminjaskrá yfirlitskort sem sýnir staðsetningu og útbreiðslu náttúruminja sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. greininni. Og eftirfarandi náttúrufyrirbæri eru í þessari 61. grein og ég ætla nú ekkert að stoppa neitt við það, en á Náttúrufræðistofnun er verið að vinna framsetningu eða þessum viðauka sem á að fylgja náttúruminjaskráni og hann verður birtur í kortasjá á vef Náttúrufræðistofnunar í júní. Þá er það jarðminjavernd og þá ætla ég aðeins að fara í gegnum náttúruverndarlögin. Í 3. grein náttúruverndarlaga þar eru sett fram verndarmarkmið fyrir jarðminjar, vatnasvæði, landslag og víðerni. Í vinnu við vernd jarðminja var horft til þessara markmiða, svo sem skipuleg heildarmynd jarðminja og yfirlit jarðsögu landsins. Og síðan jarðminjar sem eru sérstakar eða einstakar á lands- eða heimsvísu. En í þessari vinnu á síðasta ári þá var kannski ekki mikil áhersla lögð á vernd vatnasvæða, landslags og óbyggð víðerni, aðallega vegna skort á mannskap, starfskrafti. Og þar að auki að þá eru rannsóknir og greiningar varðar landslag og víðerni komin lengra hjá mörgum öðrum fagaðilum sem Náttúrufræðistofnun þyrfti þá að leita til og mun gera það. Í 35. grein náttúruverndarlaga þá kemur fram hvað skal leggja til grundvallar við val náttúruminja á C-hluta og það er mat á verndargildi þeirra og verndarþörf. Og þarna eru sett fram viðmið og ég hef svona rauðlitað textan. Fyrir B-hluta eða framkvæmdar áætlun þá er áhersla lögð á skipulegt net verndasvæða og við val minja skal tekið tillit til þátta eins og að sé hætt á röskun, hvaða minjum brýnast er að bæta við netið eða þetta net verndasvæða, gildi minja samanborið við aðrar í sama flokki og svo íðan útivistarsvæði og aðrir hagsmunir. Skipulegt net verndasvæða á að tryggja lágmarksvernd til framtíðar fyrir jarðbreytileika og líffræðilega fjölbreytni. Slík verndarsvæði er ný nálgun í jarðminjavernd hérlendis og að ég best veit einnig erlendis. Þannig að þetta þarf að skoða vel. Aðferðafræðin.
Jarðminjaskráning er mikilvægur grunnur til að koma á skipulegu yfirliti jarðminjar, meta verndagildi þeirra og stuðla að markvissri verndun. Þessi skráning er rétt að hefjast á Náttúrufræðistofnun og því vantar okkur enn heildar yfirlit yfir jarðminjar á landinu og eins að gera samanburð á milli svæða. En það er líka mikilvægt í þessari skráningu að vera í samráði við sérfræðinga hjá öðrum stofnunum og háskólunum og sem hafa breiðara fagsvið heldur en það sem Náttúrufræðistofnun býr yfir, þó að það sé ansi breitt. En flokkun, í jarðminjaskráningu er skipuleg flokkun jarðminja og hún er skipt í þessa 3 grunnflokka sem er berggrunnur, landmótun ísaldarjökla og virkferli landmótunar. Og í hverjum þessum grunnflokki eru síðan jarðminjar flokkaðar enn frekar eftir eiginleikum og sérstöðu og þessi jarðminjaskráning ásamt flokkunarkerfi jarðminja er sem sagt forsenda fyrir þessu neti verndarsvæða sem við ætlum að vinna að á næstu árum. Til þess að meta verndagildi jarðminja þá eru sett fram 6 viðmið og þá náttúrulega horfum við til náttúruverndarlaganna og á bak við hvert viðmið voru notuð sem sagt 4 gildi mikilvægi. Það er sem sagt lágt, miðlungs, hátt og mjög hátt. En eftir því sem jarðminjaskráningin verður umfangsmeiri verður farið í að meta verndagildi út frá magnbundinni eða tölfræðilegri aðferðafræði. En meðan við erum að byrja að þá styðjumst við þessi gildi. Í náttúruverndarlögunum þá er orðið meira áhersla heldur en áður á ógnir við náttúruminjar og flestar jarðminjar eru þess eðlis að ef þeim er raskað að þá er ekki hægt að endurheimta þær. Og þess vegna er mjög mikilvægt að skrá og meta aðsteðjandi ógnir og forgangsraða jarðminjasvæðum sem er í bráðri hættu að verða fyrir raski. Í þessari vinnu þá studdumst við líka við fyrri tillögur vernd jarðminja. Af því að þarna hafa jarðminjasvæði verið metin áður og verið sett fram í ýmsum verndartillögum og við litum þannig á að þau höfðu með því ákveðna sérstöðu. Á núgildandi náttúruminjaskrá á vef Umhverfisstofnunar þá eru svokallaðar aðrar náttúruminjar, það er náttúruminjar sem ekki hafa verið friðlýstar og þetta eru rúmlega 300 svæði. Við grófflokkuðum þær eftir hvort var að ræða jarðminjar, lífríki eða hvoru tveggja. Og síðan er það jarðfræðikortið, það er alltaf sama sagan. Þetta er eina kortið sem nær yfir alla jarðfræði landsins, 1 á móti 500.000 mælikvarðinn, þannig að það er ekki mjög nákvæmt. Okkur skortir tilfinningarlega nákvæm jarðfræðikort fyrir jarðminjaskráningu sem nær þá yfir allt landið. Við erum með nákvæm kort 1 á móti 100.000 frá ISO sem ná yfir gosbelti landsins en okkur reiknast til að þetta sé tæplega helmingu sem hefur verið kortlagður í þessum nákvæma mælikvarða. En út frá þessari aðferðafræði sem ég hef hér lýst og jarðminjaskráningu þá gerum við þarna tillögur 6 jarðminjasvæði á B-hluta náttúruminjaskrár. En eins og ég sagði upphafi þá náttúrulega var hlutverk hópsins að vinna að sérhlutunum. Þessi 6 svæði settum við í forgang umfram önnur. Við vorum með lista yfir einhver 40 svæði en þessi 6 svæði þau hafa öll mikilvægt alþjóðlegt gildi og jafnvel einstök á heimsvísu. Og þau hafa hátt vísindalegt gildi og mörg af þeim eiga á hættu að verða fyrir raski ef ekkert er að gert. Og þetta eru svæði sem án vafa tilheyra neti verndarsvæða fyrir jarðminjar. Og hér erum við með tillögur net verndarsvæða sem miðast á við og sem byggir á þessari flokkun jarðminja sem ég sagði ykkur frá og svo faglegu mati á verndargildi. Og hvernig þá þessi 6 svæði raðast undir þessa flokkun.
En eins og áður hefur komið fram, kannski margoft, ég veit það ekki, en þá er jarðminjaskráning skammt á veg komin, en eftir því sem henni vindur áfram að þá fáum við betra yfirlit yfir jarðminjar á Íslandi sem mun án efa verða til þess að við höldum áfram að þróa þetta net verndarsvæða fyrir jarðminjar. Næstu skref. Nú liggur fyrir að endurmeta eldri friðlýsingar og verndargildi jarðminja á núgildandi náttúruminjaskrá og þessu á að vera lokið fyrir árslok 2021. Jarðminjaskráning, hún fer núna af stað á fullum krafti og með henni fáum við skipulega heildarmynd af jarðminjum og samfellt yfirlit jarðsögu landsins. Magnbundin aðferðafræði við mat á verndargildi kemur inn samhliða aukinni jarðminjaskráningu og síðan þurfum við að þróa áfram þetta net verndarsvæða og leggja meiri áherslu á jarðminjar á B-hluta eftir 5 ár. Takk fyrir. Takk að kærlega fyrir Lovísa. Næstur tekur til máls Borgþór Magnússon. Hann ætlar að vera á svipuðum nótum og fjalla vernd vistgerða. Nei. Gjörðu svo vel, Borgþór. Ég setja þetta fullscreen hérna á þessu. Já. Það er ekki hægt. Ráðherra, fundarstjóri, góði fundamenn. Ég ætla að fjalla hér vernd vistgerða. Ég vil byrja á að taka það fram að ég hef ekki unnið þetta verk eða unnið mjög lítinn hluta þess. Það var margir komið að því, þetta hefur staðið yfir í vetur að meta verndargildi vistgerða og gera tillögur vistgerðir sem yrðu verndaðar og settar inn á náttúruminjaskrá eða á þeim lista. Ég vil sérstaklega nefna hérna Ásrúnu Elmarsdóttur sem hefur eiginlega leitt þessa vinnu en nú horfin til annarra starfa á annarri stofnun en hér eru flestir þeir sem að þessu hafa komið. Nú fyrir rúmu ári þá gaf stofnunin út þetta fjölrit vistgerðir á Íslandi sem að þið þekkið öll, ég ætla ekki að greina nákvæmlega frá því og jafnframt var birt kort eða vistgerðakort af öllu landinu og sem að þetta rit og þetta kort eru mjög merkur og stór áfangi og þá má spyrja sig, svona rifja þau að hvað er svona merkilegt við þetta. Og að mínu mati þá er þetta fyrsta heildstæða lýsing og kortlagning á lifandi náttúru landsins og sem nær til lands, ferskvatns og fjörunar. Nú vistgerð er grunneining í þessum lýsingum okkar eða stofnunarinnar. Hér er birt ítarlegri flokkunin áður og í henni eru ýmis nýmæli. Varðandi landi vil ég til dæmis nefna flokkun á graslendi, miklu ítarlegar en áður hefur verið farið í hér á landi. Ég vil nefna flokkun á strandsvæðum og vistgerðum þeirra sem er nýja á nálinni svona miðað við það sem við séð hér. Nú það eru birtar staðreyndasíður hverja einustu vistgerð og þetta sækir sér fyrirmynd í flokkun vistgerða í Evrópu. Þannig við erum að tala sömu tungumál og þar er talað. Nú gögnin þau eru opin og aðgengileg. Niðurhlaðanleg kort. Nú stærð og útbreiðsla þessara vistgerða liggur fyrir, eins við gerðum það eins vel og við gátum, en enn má gera betur og þetta er og verður mjög mikilvægt tæki í náttúruvernd við skipulag landnýtingar fyrir stjórnvöld, stofnanir, sveitarfélög og almenning. Nú vistgerðir á Íslandi, þær eru 105. Það eru sem sagt 105 þarna lýsingar sem við birtum á vistgerðum. Flestar þeir eru á landi, fæstar í ám og vötnum. Nú þá má spyrja sig
Róm fullbyggð? Sem sagt, verkinu lokið og er ekkert að því að finna? Og það er örugglega hægt að svara þessu neitandi. Þetta er nokkuð sem þarf að vera í stöðugri endurnýjun. Við höfum óskað eftir athugasemdum við kortlagninguna og flokkunin og fengið margar góðar ábendingar í vetur sem við höfum verið að vinna í. Þannig að þetta verður áfram unnið að þessari byggingu að eitthvað að breyta henni og halda henni við. Nú, verndargildi vistgerða, það var birt í þessu riti, mátum það, en vegna vinnu við náttúruminjaskrá þá fórum við í frekara mat á verndargildi. Það má rifja það upp að þetta verndargildi sem við birtum í ritinu, það byggði á 4 viðmiðum: fágæti, tegundaauki, grósk og kolefnisforða, sem var notað til að meta verndargildi landvistgerðanna, en fyrir aðrar voru þetta ekki jafnmörg viðmið. Það hefði verið hægt að meta þetta út frá fleiri viðmiðum, en þetta var niðurstaðan. Það má kannski segja að það hefði verið svona skemmri skírn á þessu mati. Og í ritinu þá birtum við fyrir hverja vistgerð frá verndargildi metið frá því að vera lágt og upp í mjög hátt. Og til að nefna hérna dæmi, þá höfum við hérna 2 landvistgerðar, annars vegar Sanda- og Vikravist sem er með lágt verndargildi, frekar lítil, Gulstararflóavist með mjög hátt verndargildi, mjög lífrið, gróskumikil, mikil kolefnisforði í jarðvegi, Ár og Vötn, gróðurlítil hálendisvötn eru metin með lágt verndargildi, hafa mikla útbreiðslu, frekar snauða lífi. Súrvötn, sem eru aðeins talin 2 á landinu, eru heila gíguvötn. Sérstök þau eru talin með hátt verndargildi þó þau séu nánast líflaus. Nú, fjaran, við höfum hér dæmi brimasamar Hnullungafjörur sem eru taldar með lágt verndargildi, meðan að Bóluþangsfjörur, lífríkar og miklu skýlli eru taldar með hérna mjög hátt verndargildi. Nú, þegar að koma því að velja það sem við köllum forgangsvistgerðir vegna þessarar vinnu við náttúruminjaskrá sem að Lovísa hefur aðeins lýst hérna, þá lögðum við sem sagt til grundvallar þetta verndargildi sem að við birtum í fjölritinu, en litum einnig til þess hvort að vistgerðin væri á Bernarsamningi vistgerðir sem eru taldar þarna sérstakra verndar í Evrópu. Skoðum þær út frá fjölbreytni fuglalífs, hvort þar væru sterkir fuglastofnar sem byggðu afkomu sína á þessum vistgerðum og hvort að þar fyndust verndaðar tegundir á válist eða friðaðar tegundir. Og svo litum við á ógnir svona til hliðar. Þannig að við fórum yfir sem sagt allar þessar vistgerðir 105 og gáfum þeim einkunnir út frá þessu kerfi og sem sagt þær fengu hver á einn heildareinkunn. Nú, við mátum ógnir, bollalögðum það og sem sagt það er út frá nýtingu, það er út frá framkvæmdum, það er út frá loftslagsbreytingum, það er út frá ágengum tegundum og við fórum aftur yfir listan og krossuðum við hvort að við teldum að þessi ógn ætti steðjaði að viðkomandi vistgerð. Nú, með þessu móti þá sem sagt fengu alla vistgerðirnar einkunnir og við völdum sem sagt forgangsvistgerðir sem við síðan gerum tillögur að svæði með þessum vistgerðum yrðu farið inn á náttúruminjaskrá. Forgangsvistgerðir á land eru 14, það eru sem sagt jarðhitavistgerðirnar, það eru mýravistgerðir nokkrar sem að stafa nú aðalega af því að þær eru með það miklum og ríkum kolefnisjarðvegi, kolefnisríkum jarðvegi og tegundaríkar margar. Þarna voru 2 strandlendi og svo skógarnir. En þetta eru 14 af 64 vistgerðum
Forgangsvistgerðir í fjöru, það eru 11 af 24 vistgerðum. Það eru leirur, setfjaraein, það eru sjávarlönd 2 gerðir, þangfjörur og þangklungur. Nú, í ferskvatni þá eru gerðar tillögur forgangsvistgerðir þar eru 6 af 17, 3 í stöðuvötnum og 3 í straumvötnum. Þannig að þessar forgangsvistgerðir sem við sérstaklega litið til, það eru 31 af 105 eða þriðjungur af þessum vistgerðum. Þá má spyrja sig, hvað með hinar vistgerðirnar? Eru þær ómerkilegar eða má gefa bara út skotleyfi á svæði sem eru með þeim vistgerðum? Örugglega ekki. En í þessari aðferðafræði og í þessu vali þá var þetta áherslan sem var lögð. Nú, val á verndarsvæðum, þar var hægt að leiðarljósi að byggja upp net verndarsvæða vistgerða, líkt því sem að Lovísa fór í hér áðan. Nú, við val á verndarsvæðum, þá horfðum við dálítið til þessa korts sem var unnið, sem að sýnir í raun svæði þar sem að mikið af þessum forgangsvistgerðum. Það eru hotspots eða það eru þessi rauðu svæði sem að í mörgum tilvikum eru svæði sem eru rík af votlendum. Fjörusvæði teikna sig ekki jafnvel út vegna þess hvað eru línuleg og lítil og sömuleiðis árnar. En þetta er svona athyglisvert kort sem var dregið upp í þessari vinnu. Nú, fjöldi svæða í tillögum til náttúruminjaskrár sem byggja á vistgerðum eða þessum forgangsvistgerðum, þau eru alls 75, 34 byggð á landvistgerðum, 25 fjöru, 16 vatna. Og ég ætla nú ekki að birta heildarkort af öllu þessu, en ég ætla bara að taka hér dæmi 3 vistgerðir og svæði sem að valin hafa verið með þau í huga. Þarna sjáum við Starungsmýravistina sem þau eru dreifð Suðurland, Vesturland, Norðvesturland og Austurland, þessi svæði sem hafa verið valin. Sandmaðksleirur, sjáum við hér dreifinguna á svæðum eða sandmaðksleirum sem hafa verið valdar tillögugerðar og ár á yngri berggrunni sem eru ferskvatnsvistgerð, sjáum hér dæmi dreifingu þeirra. Nú, í lokin þá er sem sagt má segja það að vistgerðaflokkun og kortlagning hún er komin til að vera. Við getum fullyrt það. Það verður ekki snúið aftur frá þeirri aðferðafræði. En við þurfum að stöðugt að endurskoða þessa vinnu okkar, bæði flokkunina og leiðrétta, taka opnum hug við öllum ábendingum og ekki líta sig á að þetta sé fullkomið hjá okkur. Og mat á verndargildi vistgerða, eins og við birtum það í ritinu, það þarf að taka með fyrirvara eins og ég rakti hér að framan vegna þess hvað þetta byggir á fáum viðmiðum. Nú svo er það sama og forstjóri benti á hér áðan að við erum orðin svolítið fótalúin mörg og við langar röð og af- og ömmubönnum, þannig að það þarf að fara að yngja upp í vistgerðarliðinu og það stendur til. Nú að lokum þá ætla ég bara að bregða hér upp mynd úr Hvítarsíðunni sem að sýnir okkur hér nokkrar vistgerðir. Við erum hérna með skriður hér fremst, líklega ljónslappaskriðuvist. Sigurður Magnússon er því miður ekki hérna, en ég veit hann er á hleri en hann getur ekkert sagt hvort það sé rétt hjá mér. Nú síðan erum við þarna með líklega kjarrskógavist hérna, sem er hérna skógarvistgerðum.
við erum með mosahraun, við erum með á yngri berggrunni, myndi ég halda. Er það rétt? Er ykkur úr ferskvatnsteyminu hérna? Nú síðan eru þarna melar og heiðar að baki, en þetta svona sýnir okkur hvað landið okkar, hvaða mikið mósaík í landinu okkar og vand ekki svo sem heglum hent að kortleggja þetta. Takk fyrir. Þakka kærlega fyrir Borgþór. Síðasta erindi fundarins er flutt af Starra Heiðmarssyni. Hann ætlar að fjalla um lykilþætti í náttúru Íslands og möguleika á langtímavöktun. Gjörðu svo vel, Starri. Þetta er svo smátt, erfitt að hitta á rétta punktinn. Og eins og aldurinn er að verða á Þú starfsliði þarf að fá mig gleði Kjartan ert til að koma, þú ert aðeins yngri en ég. Hérna. Já, fundarstjóri, ráðherra, samstarfsfólk, góði gestir. Ég ætla aðeins að ræða hérna lykilþætti náttúru Íslands og möguleika á langtímavöktun og kem svona ýmsum hugðarefnum mínum að í leiðinni eins og varðar gagnaaðgengi og deilingu og gögnum og annað slíkt. Þannig að ég svona fer kannski aðeins víðan völl. En kannski til að byrja með, og það er náttúrulega búið að ræða nú þegar nýju náttúruverndarlögin upp að vissu marki og því starfi sem að við höfum sinnt hvað varðar kortlagningu á vistgerðum, jarðminjum og öðru. En mig langar að benda sérstaklega hérna á 74. greinina þar sem að tekið er fram að Náttúrufræðistofnun beri ábyrgð á vöktun lykilþátta íslenskrar náttúru. Og ég held að séu allir sammála um það að þessi lög eru til bóta frá því sem áður hefur verið og hér er tekið á mörgum þeim þáttum sem áður voru kannski síður tekið á og reynt að afmarka þá og skilgreina á betri hátt. En hugtakið lykilþáttur er kannski ekki alveg, liggur kannski ekki alveg ljóst fyrir hvað lykilþáttur er. Og þetta gefur það okkur, ég segi ekki vist frelsi, en það gefur okkur möguleika á að rökstyðja hvað eru lykilþættir og það fer þá eftir því frá hvaða sjónarhorni við lítum lykilþættina og út frá hvaða, köllum það bara réttu orði, hagsmunahóp, af því að öll erum við með einhverja hagsmuni hvort sem það eru til náttúruverndar eða nýtingar og að reyna að koma þessum þáttum saman. Ég set þarna undir annað hugtak, Focal Ecosystem Component, sem hefur verið notað í samstarfi hjá KAF og eins og Guðmundur starfandi forstjóri benti á þá eru fjölmörg alþjóðleg verkefni sem við tökum þátt í og eitt af því sem er þó nokkuð umfangsmikið hjá okkur sumum, það er samstarf á vegum vöktun lífríkis á norðurslóðum á vegum KAF. En nokkrir af þeim þáttum sem kannski er eðlilegt að líta á sem lykilþætti, það eru tegundir sem eru sjaldgæfar, er að hnigna, er á válista af einhverjum ástæðum. Eru það algengar eða mikilvæga tegundir og þá getum við líka spurt hvað er mikilvæga tegund. Nú að sjálfsögðu tegundir sem eru nýttar, sem skotveiðimenn veiða og tegundir sem eru nýttar á annan hátt. Nú ýmsar vísitegundir, en þá þurfum við náttúrulega að hafa, og aftur komum við inn á það sem Guðmundur forstjóri minntist á hérna í sínum pistli með grunn- eða hagnýtarannsóknir. En til að vita og þekkja vísitegundirna þurfum við náttúrulega að hafa ákveðin grunn og stunda grunnrannsóknir til að átta okkur á tengslunum í náttúru landsins og síðan þá að sjálfsögðu einlendar tegundir því að við berum náttúrulega ríka ábyrgð á þeim. Nú það stendur í lögunum að Náttúrufræðistofnun beri að gera áætlun heildstæða vöktun lykilþáttanna
Og það má kannski segja að í því ferli þá þurfum við að skilgreina og afmarka lykilþættina rétt eins og ég minntist á hérna í byrjun. Og þetta starf byrjað, ég meina það fullt af þáttum og jafnvel sem við myndum kalla lykilþætti sem eru nú þegar vaktaðir og margir vaktaðir með ágætum á landinu, hvort sem þau eru við eða ýmsar aðrar stofnanir. En við þurfum ekki síður að hugsa hlutina út frá tíðni sem eru mismunandi eftir ólíkum þáttum. Fjarkönnun að koma mjög sterk inn, greiningarhæfnin eykst með hverju árinu og þetta eru hlutir sem eiga eftir að skipta sköpum, en við þurfum alltaf stuðning vettvangsathugana til að það geti sýnt okkur hversu rétt við erum að meta hlutina með fjarkönnun. Einn punktur sem að ég vil benda á og kannski góðu samræmi við það sem Sindri talaði hérna áðan, og það náttúrulega við þurfum að vinna þessa hluti staðbundið eftir mætti. Og með þessu dreifða neti náttúrustofa landið, að þá erum við náttúrulega með aðgang að fólki sem að vinnur staðbundið, hefur þekkingu og getur þá aðstoða við vöktun á þeim lykilþáttum sem vakta þar reglulega út allt land. Dregur þannig úr kostnaði en eykur líka tengingu við staðbundna eða við staðina þar sem að verið að vakta tegundirnar. Og þarna hugsa ég sérstaklega til eins og válistategunda. Og við þurfum ekki síður kannski, ég veit ekki alveg hvort þetta rétt orða hjá mér, lárétt jafnt sem lóðrétt. Við þurfum bæði að hugsa hlutina vítt, þannig við sem að taka allt landið fyrir, en við þurfum líka á ákveðnum stöðum að kafa svolítið djúpt. Þannig að við viljum vita marga þætti á þeim stað. Og þarna hugsa ég til rannsóknarstöðva. Við getum tekið Mývatn sem dæmi þar sem að margir þættir hafa verið vaktaðir í langan tíma, vegna þess að ef við sjáum eitthvað gerast ofarlega í fæðukeðjunni, þá mjög erfitt að segja til hver ástæðan eða hverjar orsakirnar eru, nema við höfum verið að kanna fleiri hluti á því svæði. Og þess vegna skiptir líka máli hvernig við setjum það, veit ég hvort þá kalla það net eða þær stöðvar út, þar sem við erum að rannsaka þessa ólíku þætti, þar sem við ætlum að sjá kafa dýpra í þetta. Nú, við vitum þó nokkuð, við erum náttúrulega búin að kortleggja landið út frá vistgerðum, við þekkjum marga hópa nokkuð vel, æðplöntur, fugla sem dæmi og hryggdýrin. Í mörgum öðrum hópum erum við með þokkalega þekkingu á tegundum sem eru til staðar, en við erum alltaf að finna nýja tegundir, sumar eru að koma, annaðhvort af mannavöldum, eða við höfum ekki þekktar áður. Þar getum við tekið sem dæmi þann hóp sem ég þekki hvað best, flétturnar, að þar eru með fullt af tegundum sem við höfum bara hreinlega ekki fundið ennþá. Skordýr og kóngulær eru tiltölulega vel þekktir hópar, en enga síður veit ég að þar ýmislegt ófundið enn, en síður eru margir hópar sem eru enn óþekktir, eða illa þekktir, ætla því að segja. Nú, hverjir sjáum að vakta þetta? Það eru sjálfsögðu sérfræðingarnir, en við þurfum að hugsa þetta kannski í eins víðu samhengju við getum og reyna að nýta alla þá starfskrafta sem að fást með sem minnstum tilkostnaði, getum við sagt, og þá komum við aftur á þessu með að vakta staðbundið, þó við tökum síðan saman og vinnum úr stærra svæði eða gögnum af stærra svæði. Og við höfum náttúrulega alla þessa sérfræðinga bæði hjá Náttúrufræðistofnun og öðrum rannsóknarstofnunum og hagnýtingarstofnunum og þjónustustofnunum á vegum ríkisins. Við höfum háskólana, við höfum ýmsa landnotendur, og ég veit að hugmyndir hjá Landgræðslunni í sambandi við Grólind, er það ekki, sem að Bryndís Marteinsdóttir er að vinna í, það sem á að leggja út, eða það sem að bændur koma inn í og hjálpa til við vöktunina, almenningur, hugsanlega ferðamenn jafnvel, og þar get ég aftur tekið dæmi af mínu eigin fæi, þar sem að fléttufræðingar sem koma hingað, þó þeir séu að koma hérna sem ferðamenn, þeir sjá áhugaverða fléttu sem þeir taka til rannsóknar og finna nýja tegund fyrir landið. Það hefur gerst oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Og rétt svona í sambandi við gögn frá almenningi, að þá erum við náttúrulega með í nágrenninu, hjá nágrannalöndum okkar. Svíar hafa lengi verið framalega þessu, og það langt síðan þeir byrjuðu að safna inn gögnum frá almenningi í gegnum Artportalinn sem heitir svo.
2013 þá var hann eiginlega opnaður í núverandi mynd, hann var búinn að vera til staðar löngu áður, en þeir sameinuðu þar marga ólíka tegundahópa og nú er það komin upp í 50 milljón skráningar inni í Artportalen. Gögnin eru opin með undantekningum þegar það kemur að viðkvæmum tegundum eða tegundum sem þú vilt ekki að allir viti nákvæmar staðsetningar á. Og þarna sjáum við skjáskot af Artportalen síðan í fyrradag, held ég það hafi verið. Og þar höfðu verið skráðin, sjáu þetta hérna, hérna komin á þann aldur, 12.935 þann daginn. Og þetta hlutur, og ég veit að frændur okkar á Skandinavíu, þeir eru allir að vilja gerðir að aðstoða okkur með að fá slíka, hjálpa okkur við að setja upp slíka vefi hér á Íslandi. Þannig við hefum möguleika á að taka við ábendingum almennings, en ekki síður getur vefur eins og þessi aukið áhuga og meðvitund almennings það sem til staðar er. Hvar vöktum við? Þarna er mynd af nýlegri skýrslu þar sem er búið að kortleggja vöktun á Íslandi. Myndin til hægri er úr skýrslu frá KAF þar sem er búið að tína saman vöktunarstaði á öllum norðurhjaranum. Nú, við erum náttúrulega með allt landið undir. Hérna sjáum við það sem er búið að taka saman hversu marga plöntutegundur á válista eru innan mismunandi 10x10 km reita. Þetta kort mann Pavel, kollegi minn, nýverið, og mér er svolítið gaman þegar ég fór að skoða þetta kort. Þið munið náttúrulega eftir miðsvæða útbreiðslunni og hérna kemur hún ekki bara aftur, það er spurning hvort við förum að ræða aftur hvaða tegundir lifðu af ísöld hérna aftur og vitnum til Steindórs því að það sýnir sig það ekki að sagan endurtekur sig. Nú sömuleiðis mikilvægu fuglasvæðin sem er búið að afmarka og ég bendi bara á hversu umfangsmikil gagnasöfnun vegna vistgerða hefur átt sér stað á landinu og við erum búin að fá mikið af gögnum þar inn og þessi gögn eru komin í gagnagrunn og þau gera það mögulegt að vakta hlutina sömuleiðis vegna þess að við getum litið á þetta eiginlega frá tveimur ólíkum sjónarhornum. Annarkvort ætlum við að vakta og rannsaka mjög nákvæmlega til þess að svara þeim spurningum sem okkur fýsir að vita svörin við með mjög nákvæmum gögnum, en það er annar möguleiki og það er það ef við höfum mikið af grófari gögnum, ef við höfum meira magn af þeim, þá er kannski mögulegt að svara sömu spurninguna. Og ég veit að tíminn er takmarkaður, en mér langar örlítið með ég held áfram að ræða líka að við erum að líta á þetta líka út fyrir Ísland. Við erum að líta á hlutin í stóra samhenginu og við erum í ýmsum við erum í samstarfi á vegum KAF þar sem við erum að rannsaka eða reyna að setja fram vöktunaráætlun fyrir alla norðurhjaran, pólhverfa vöktun líffræðilegrar fjölbreytni, eins og ég hef snúið þessu Circumpolar Biodiversity Monitoring Program. Þar sem er verið að líta á hlutina bæði frá skalanum þeim frá því lága frá hverjum og einum reit og upp í það að skoða eitthvað á stórum skala sem að líta á allan norðurhjaran og gerum það á sjálfsögðu með hjálp fjarkönnunar en líka með því sem við tengjum við. Nú það er búið að koma út þó nokkuð af skýrslum þessu tengt þar sem verið er að reyna að leggja til vöktunar áætlanir og hvað við vöktum. Og þetta er bara beint upp úr einn af þeim skýrslum þar sem við erum að reyna að afmarka hvað við viljum vakta og hvað eru lykilbreyturnar í því sem við getum vaktað. En gagnsæið og gagnadeilingin skiptir mjög miklu máli líka. Lýsigögnin eru afar mikilvæg en samhæfing gagna upp að vissu marki sömuleiðis. Og þegar ég segi samhæfing gagna upp að vissu marki eða eðlilegu marki, þá er ég að meina það að við viljum ekki vera með boð ofanfrá eða hlutirnir verða að vera á ákveðinn hátt vegna þess líka að hugbúnaður
tölvur er að hjálpa okkur á sama tíma að einfalda hlutina þannig að við getum fengið ekki bara vélar til að tala saman, heldur geta þær unnið úr mismunandi formi gagna, tengt það saman, og þá komum við þessu, deiling grunngagna sem ég held að sé mjög mikilvægt atriði, gerir samtvinnun mögulega, eflir notkun gagnanna og getur eflt nýsköpun og nýnæmi. Og í því samhengi, Guðmundur forstjóri ræddi líka alþjóðlegu verkefnin sem við erum með. Eitt af því sem við höfum verið þátttakendur í frá 2002 er GBIF, þar sem er verið að deila gögnum líffræðilega fjölbreytni, Global Biodiversity Information Facilities heitir það, og þeir eru að nálgast 1 milljarð skráninga sem er verið að deila. Hérna frá Íslandi deilum við gögnum plöntur og plöntusöfnunum og vettvangsskráningum, þannig að það er eitthvað 600.000 skráningar frá Íslandi. Hérna sjáum þið hversu þétt, eftir því sem það er rauðara, þeim fleiri skráningar eru frá hverjum stað í þessum tilfellum. Og GBIF leggur til þekkingu útbreiðslu einstakra tegunda, en það sömuleiðis að tengja sig við gagnabanka yfir heiti og nafngiftir tegunda. Við vitum hvaða sprengja eða hvaða bylting varð þegar lífupplýsingatækni byrjaði, bioinformatics. Og þetta byrjaði með því að GeneBank opnaði aðgengi að gagnaröðum, eða basaröðum. Í byrjun voru þetta bara, eins og maður segir, nördar að hitta nörda. Það voru sameindafræði líffræðingarnir að skoða gögn hjá hver öðrum. En fljótlega fóru að koma gagnagrunamenn inn og kíkja nánar á sig gögn og sáu ýmsa möguleika, spurðu annara spurninga heldur en kannski líffræðingarnir og sameindaerfðafræðingarnir sem höfðu verið að vinna með gögnin áður, sáu nýja möguleika. Og það bætti mjög, getum við sagt, nýtingu gagnanna. Nú, ef við erum með gögn vistfræðilega þætti, við erum með fullt af gögnum úr einstökum reitum, með þekjugögnum, með öllum þessum tegundum, og síðan erum við með fullt af gögnum heiti tegunda. Blöndum þessu öllu saman, opnum það á netinu, þannig að það sé aðgengilegt, ekki bara innan greinarinnar, getum við sagt, vegna þess að gögn vekja áhuga hjá öðrum. Og nú veit ég að þið hugsið kannski neikvæðar hliðar gagnaaðgengis, og ég segi bara Cambridge Analytica, og það vekur einhverju hugrenningatengsl, en ég held samt að ávinningurinn sé meiri en hættan. En við þurfum samt alltaf að athuga það að þau gögn sem við deilum, þau þurfa að vera þannig að það megi deila þeim. Og þar komum við aftur inn á þetta með tegundir sem eru sjaldgæfar eða í hættu af öðrum orsökum. Og rétt svona bara að lokum þetta að við erum byrjuð að hugsa vöktunaráætlanir fyrir vistgerðir og tegundir. Og ég held að samstarf sé lykil hugtækið þegar kemur að því að þetta gangi. Og rétt eins og ég segi, gagnsæi og deiling gagna mun létta okkur öllum lífið til þess að, og ég veit að ég tala fyrir hönd okkar á Náttúrufræðistofnun að mikið af því sem við gerum aðgengilegt, þá þurfum við ekki lengur að svara fyrir það eða leysa úr slíkum fyrirspurnir sem oft eru mjög einfaldar fyrirspurnir, þannig að fólk er að sækja sér gögn sem að það hefur áhuga á. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Starri. Nú að loknum erindum þá eru alveg örugglega einhverjir sem að vilja bera upp fyrirspurnir eða komi athugasemdir af einhverju tagi. Ég vil biðja ykkur að gefa mig merki og það verður komið hljóðnema til ykkar og biðja ykkur að kynna ykkur og bera upp fyrirspurnina og geta þess hverjum hún er ætluð og bið þann sem að svarar og koma hingað upp í pontu. Kjartan, ert þú til að labba með hljóðnema? Hver vill ríða á vaðið? Það er Guðmundur Ingi. Já, halló, sælverið aftur, með mig heiti ég.
Mér langaði bara aðeins í fyrsta lagi að þakka ykkur öllum fyrir erindin, þau voru mjög fróðleg. En mér langaði að spyrja þig, Starri, sko, eða benda á varðandi vöktunina. Fyrst og lega ánægjulegt að þið ætlaði að gera þetta þannig. Það þurfi nú ekki að kosta mikið til, svona samstarf og fínt, sko, mér ánægði með það. En hérna, mér langar að benda á, sko, landverði. Ég vann sem landverður í allmörg ár, eða allmörg sumur. Og þá var þetta svona aðeins að byrja þessi hugsun hérna á Íslandi að nýta landverði til þess að sjá ákveðna vöktunarþætti. Þannig að mér langar að beða þig aðeins að hvort þú gætir svona annarkvort tekið þetta sem ábendingu, vinsamlega, eða velti aðeins upp hvort þú sjáir einhverja möguleika á þess áttar samstarfi og þá jafnvel sko hvaða kröfur þarf þá að gera til landvarðana sem eru á vettvangi, já, orðið í rauninni allan ársins hring, upp á menntunarkröfur eða þjálfun, hvernig hægt væri að nýta þennan góða starfskraft sem við erum að fara að auka í á komandi árum hvort þið er. Það er ekki verið svo vel. Já, takk fyrir þetta. Jú, landverðir kemur mjög sterklega til greina. Sko, ég vil kannski segja að hérna, svona til að fyrirgefja misskilninga, þetta er kannski ekki beint þannig að ég sé búin að ákveða hvernig ég að gera eitt eða neitt. En það er líka hluti af þeirri heimspeki sem ég er að reyna að deila hérna, er það að ef við opnum gögnin, ef við deilum gögnunum, þá verður þetta að sömu leyti okkar allra, bæði að koma gögnunum inn, en líka möguleikarnir á að vinna úr gögnunum. Og ég veit alveg að það er auðvelt að vera svolítið neikvæður gagnvart því akkúrat að það sé kannski ekki allar að gera það, en ég held að við getum unnið hlutina lagskipt sömuleiðis. Og talandi hérna, almenning, landnotendur, landverði og aðra slíka hópa, að við tökum það bara við ábendingum eða sem frá vöktum frá þeim að því marki er þeir geta. Þannig að það leggur hver fram eftir mætti og það er svo nýtt eins og það hendar í hvert eitt, fyrir hvert og eitt. Og bara svona að því að ég myndist þarna á Artportalinn í Svíþjóð áðan, þar sem við sjáum þetta geysilega gagna innstreymi sem kemur alla mögulega og ómögulega hluti hvað varðar útbreiðslu tegunda. Og þetta er kannski eitthvað líka, þetta er til dæmis mjög, blasir við, til dæmis með blómgun plantna á vorin. Ég veit að það er verkefni Sóley sem að Þóra Ellen og fleiri hafa verið að vinna að og gera það aðgengilegt í gegnum netið, að þú getur tilkynnt fyrsta fífil sumarsins og svo framvegis. Margir þekkja nokkra tegundir, sumir þekkja fleiri og eftir því sem við fáum meiri gögn inn, þeim mun betur er möguleikinn á að vinna úr þeim. Guðmundur Guðmundsson hefur beðið orðið. Já, ég ætlaði svona bara aðeins að bregðast við þessu með birtingu á gögnum á selum. Það kom hérna frá Kristni Hauki held ég, athugasemd það væri verið að birta allt á nákvæm gögn það hvar sellátrinn eru. Nú þetta var farið yfir þetta og það var nú talið ekki ástæða til að halda þessu leyndu, ekki frekar en að við förum að halda leyndum hvar vistgerðir eru sem eru lítið á og eru verndarþurfi. En það sem helstu ógnir sem steðja að sel eru fyrst og fremst það er netaveiði. Þetta eru gríðarleg afföll sem verða á sel út af svona óbeinum veiðum og það er ekki nein sérstök hætta sem stafar af ferðamönnum sem eru að koma á þessa staði til að skoða þá. Þannig það er sjálfsagt að fara aftur yfir þetta og skoða þetta bara fara eina ferðin yfir hvort það að vera að leyna þessum upplýsingum og það muni stuðla að verndun selastofns, en ég held ekki. En eins og ég segi, það er alltaf matsatur í hversu nákvæmlega á að vera að birta gögnin. Það getur má líka alveg eins halda því fram að ef við birtum og allir vita hvar þessi sellátur eru og það geti alveg eins stuðlað því að þeir verði bara betur verndaðir þess vegna. Þannig að þetta er auðvitað alltaf, það orkar allt tvímælis þegar gert er.
Ég veit ekki hvort að það er stuðlar að vernd sela að halda því leyndu hvar þessi selalátur eru. Takk fyrir. Eru ekki einhverjir fleiri sem að vilja taka til máls? Við höfum enn tíma fyrir 1-2 spurningar. Nú ef ekki, þá er bara dagskrá fundarins tæmd. Ég þakka fyrir mig og bið Guðmund að koma aftur í pontu. Já, þá bara þakka ég öllum fyrir innlitið og segi þessum fundi slitið, það er eina vitið. Og þakka fyrir komuna.